Góðan daginn öll saman, það er gaman að sjá okkur hér í dag. Við ætlum að biðja því að lúta höfði og halda eina bæn. Kæra himnesku Faðir, við þökkum þig fyrir það við megum koma fram fyrir þig, þennan hvíldardags morgun og biðum þínum blessun. Biðum að þú vilja opna hjörtum okkar fyrir þínum heila anda í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að byrja á því að syngja einn sálmur. Það er sálmur nummer 6a og hún kemur upp hérna á skjánum. Já, það er svo sannarlega yndislegt að fagna þennan sumar og allt sem er svo fagurt og fallit úti við, sólinn sem skín og fuglarnir sem syngja og við þökkum fyrir þennan yndislega sálm. Við biðum að það megi vera í hjörtum okkar gleði og úthald og löngun til þess að fagna þennan yndislega dag. Við biðum heldur áfram með að syngja 135 í sálmabókinni sem er Við kross þinn Jesús. Yeah.
Þetta er ótrúlega fallega sálmar, en ég ætla að halda hérna áfram með að lesa ritningaversið því allt fjalla þetta er Jesús. Og ég ætla að lesa úr Hebreabréfinu 12. kafla og 1. og 2. versi og það hljóðar svo: skulum standa á fætur. Fyrst við erum umkringdu slíkum fjölda votta, lettum þá á oss allri byrði og viðlóðanda synd og þreytum þolgóðu skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum og vorum til Jesú, höfundur og fullkomnari trúarinnar, vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðulega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægra handar hásetu Guðs. Við skulum lúta höfði. Kæra himneski Faðir, við þökkum þig fyrir það að þú ert búin að ganga hérna undan okkur, að þú leið á krossin dauðum fyrir okkur, þannig að við getum komist til að lifa fyrir það og þín gjörning. Kæri himneski Faðir, hjálpa þú okkur í daglega lífi til þess að breyta eftir því. Þér mat einskis þrátt fyrir það að fólk var að andmæla þig. Viltu hjálpa okkur til þess að geta staðið þessi erfiðleika í lífi okkar, en hjálpa okkur til þess að vera fylltu þín anda, til þess að geta berjast á móti það sem er erfitt. Hjálpaðu okkur í Jesú nafni. Amen. Við ætlum svo að halda áfram að syngja annað lag sem er 132 sem heitir Kæri Jesús. 132 sálmabókni. Næsta dagskrá er gjafir og við ætlum að taka upp gjafirna hérna inni og gjafirna fer til kirkjuna í dag.
Bökunni lút og höfðu í bæn. Kæri himneski Faðir, við lofum þig og þökkum fyrir þessar gjafir sem komnar hérna inn og biðum að þú vil blessa þessar gjafir. Viltu blessa gjafarann og viltu hjálpa okkur til þess að nota þessu fé til þess að auka starfsemi hér í kirkjunni í Jesú nafni. Amen. Þá komið að börnin og þið megi alveg koma hérna upp og sitja hérna á fremstu sæti hérna ef þið viljið og við ætlum að syngja Jesús hann oss elskar öll, þið kunni hana það ekki en annars verða varpað hérna upp á þetta 179 í sálmabókinni Jesús hann oss elskar öll. Syng. Gaman að heyra að þið voru öll að taka svona vel undir. Nú ætla ég að halda barnasagan fyrir ykkur, en ég þarf aðstofu frá fólkinu þarna niður til þess að setja inn einhverju myndbönd og það kemur fyrst eitt myndband. Við skulum hérna sjá hvað það er á því. Það hægt að heyri þetta einu sinni aftur. Treð snýr vitlaust, sjáu þið það? Það er nú ekki rosalega sniðugt, en ofan á toppin er fugl. Sjáu þið fuglinn þarna uppi? Pueden ver el pájaro que está ahí arriba. Es que el árbol está volteado, la foto está volteada. Sérðu hana? Já. Já. Hvaða fugl er þetta? Veit ekki. What bird is this that you see there? Það er fullt af svona fuglum í garðinum heima hjá okkur. We have lots of birds like that in our garden. En hérna, nú ætla ég að biðja að það verði sett annað myndband hérna upp á. Can you put another video, please? Hvað var þetta? What was that? Hafið þið nokkuð tíma heyrt svona hljóð? Have you heard this before? Var þetta ekki skrítið? Vitið hvað þetta var?
Do you know what this was? Ok, þetta voru froskar. These were frogs. Ég var í útlöndum daginn. Sonja, Ég var í útlöndum daginn I og was, þar sáum við þetta atvik. I was in a foreign land not so long ago, and we saw these frogs. Þetta froskar sem að segja þetta hljóð. And they are giving this sound to you. Ég ætla líka að sýna ykkur aðra myndir, það nokkra 2-3 myndir af því þegar ég var í útlöndum þá fór ég út til þess að sjá eitthvað rosalega fallegan garð I want to show you pictures that I took when I went to see a very beautiful garden og þessi, out in a foreign land. og þessi garður liggur í Hollandi And this garden is in Holland. og hún heitir Kjógenhof. Og it's called Kjógenhof garður. it's a En garden. þetta stærsta garð, segja þau, í heimi með svona blómagarður. And this is the biggest garden with so many flowers in the world. Og við ætlum að biðja að fá ein mynd til viðbótar I want one picture more og enn einn mynd. and another picture. Allur garðurinn var svona þakinn blómum. And this garden has so many flowers like that. Vitið það, ég hef aldrei séð svona garður áður. I've never seen a garden like that before. En vitið hvað á himnaríki? And in heaven, Ég viss að það verður enn flottar en þetta. there's going to be even more beautiful than this. Nú, það sem við að fara að gera hérna í dag, það að lofa Guð á teiknum. Vitið þið hvernig maður gerir það? What we're going to do today is to praise God. Do you know how we do that? Já, við getum beðið. Hvað getum við beðið? Hvernig getum við beðið? We can pray. How should we pray? Og heyra alltaf hljóð? Já, við þökkum Guð fyrir það ekki? Mm. En ég held að sé einn myndband til viðbótar. There's one video more. Þið skulu hlusta vel. Let's listen carefully. Hvað var þetta hljóð? What was this sound? Það reyndar ekki krókódíll. Crocodile. Þetta var tekið hérna No. á Íslandi. This was Það- in Iceland. Og það var engin krókódíll, en þetta var rennandi vatn. This was just water flowing. Og ég segi ykkur svolítið, I want to tell you something. Jesús hann segir Jesus says að hann lífandi vatnið. he is the living water. Og ég ætla að segja ykkur það að við getum lofað og bið til Guðs We og can lyft pray. upp hans nafn We can pray to God, praise Him, og lyft upp nafn hans and lift up His name með því að biðja. by praying. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur úr Biblíunni áður en við haldum smá bæn. Það sem segir, I want to read from the Bible for you before we pray. og það úr Ópenbaruna bókina If you go to Revelation 14:7 14:7. og það segir svoleiðis: Óttast Guð og gefið honum dyrðina. Stundina komin hann kveður upp dóm sinn. Tilbiðji hann sem hefur gert himininn og jörðina, hafið og uppsprettu vatnana. Þannig að við þurfum að biðja til Guðs að lyfta hans nafn upp og þakka fyrir okkur. Við skulum lúta höfði. I want to read this in English. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. Let's pray. Kæri himneski Faðir, Dear Father in heaven, við lofum þig á teiknum, we praise you, við lyftum upp nafn þitt we lift up your name. og þökkum fyrir þennan hvíldardag. Thank you for this Sabbath. Takk fyrir sólina, Thank you for the sun, takk fyrir vatni sem rennur, for the water that flows, takk fyrir froskana sem tala skringilega saman, for the frogs that sound strange, fyrir fuglana sem syngur and for the birds that sing, og fyrir allt sem frá þér. and everything that comes from you. Í Jesu nafni. In the name Amen. of Jesus Christ, amen.
Þá er komið að því að bjóða Ív og Kerstil að koma hérna upp að halda fyrir okkur ræðu. Gjöru svo vel. Glædilegt hvíldardag. Happy Sabbath. So, I got my mic working well? Ég sé að mikrofónin að virka vel. Has anyone here been running in a running competition? Hefur einhver verið að keppa Já. í hlaupi? Who has run in a running competition in your life? Oh good, we have some. Já, sumir hérna inni. So do you have like cups and diplomas at home? Eru þið með einhver verðlaun að gripi heima? Yeah. I just have a friend in Facebook who just made a video of all her cups and medals and everything, you know, honors. Ég á vin á Facebook sem er alltaf að sína flottu byggarana sína. I also have one diploma from running. Ég er með eitt viðurkenningarskjal eftir að hafa farið í hlaup. It was when I was in my primary school. Það var þegar ég var í grunnskóla. I won a 3rd place. Þá lendi ég í 3. sæti. I don't know if you have this run, you know, we call it like block run. You know, you have 3 small wooden blocks and you have to run and fetch them all. Þetta er svona eins og boðhlaup, maður þarf að hlaupa og taka einhverja kuppa, viðarkuppa. But that is the peak of my running career, really. En það er eina sem ég hef stundað varandi hlaup. Today we had a reading from letter to Hebrews, chapter 12. Í dag var lesið upp úr Hebreubréfinu 12. kapla. And here we are all encouraged to run, or keep running actually. Og hér er verið að hvetja okkur til þess að hlaupa og halda áfram að hlaupa. It says that, therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let's rid ourselves of every obstacle and the sin which so easily entangles us, and let's run with endurance the race that is set before us. Fyrst vér erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þó á oss allri byrði og viðlöðandi synd og þreytum þolgóðu skeið það sem vér eigum framundan. At least in English, this verse starts with the word therefore. Og á enskunni segir allavega léttum þá af oss. It seemed to me that it's a similar meaning in Icelandic at least. Já. So when you read a verse that starts therefore, Og ef maður les vers sem stendur þá, what does it indicate? hvað er það að gefa í skinn? It indicates that this is actually the conclusion or continuation of what was written before. Þá er það verið að svona draga saman það sem var verið að skrifa áður. So we need to go back to chapter 11 Við þurfum þá að fara í kapla 11 to understand why is it therefore. og til þess að skilja hvað þetta orð þá þýðir. And the previous chapter 11 is a long list of people who were running before. Og í kapla 11 það er langur lista af fólki sem var hljópa á undan okkur. And this list includes many names there. Og þar eru mörg nöfn. There are like Abel, Enoch, Noah, Abram, Sarah. Abel, Enoch, Noah, Abraham, And then Jacob, Joseph, Moses, Rahab, Jakob, Jósef, Móses og Rahab, Gideon, Barak, Samson, Gideon, Barak og Samson, then Jephthah, David, Samuel, Jefta, Davíð og Samuel and the prophets. and, And the prophets. já, og allir spámannir. So many runners. Margir hlauparar, And they all ran. þeir hlupu. And it says, what is the run they run? What is the run they run? Já, hvaða hlupu þeir? It says they obeyed, they Þeir- went, Það stendur, þeir hlýddu, þeir fóru, they offered, they refused, þeir buðu upp á og þeir neituðu, and they blessed. þeir blessuðu. And the verses, when we read verses 33 to 38, Og við förum í vers 33 til 38 in the 11th chapter. and if you have your Bible with you, Ef við erum með you can Biblíuna, open it, skulum við opna Biblíuna in chapter 11, right? chapter 11, yes. Já,
Kafla 11 í Hebreabréfinu. And it describes the race they run. And it says, by faith they conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouth of lions. Hér stendur í Hebreabréfi 11:33. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheit, þeir byrðu gen ljóna. And quenched the power of fire, escaped the edge of the sword. Slökktu eldspál, komust undan sverðsekkjum. And then from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir, gjörðust öflugir í stríði og stöktu fylkingum óvina á flótta. It says women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. Konur heimtu aftur sína framleiðinu upprisna, aðrir voru pyndaðir og þá ekki laust til þess að þeir öðluðust betri upprissu. And then it says about others, that others experienced mocking and flogging and further chains and imprisonment. Svo er verið að tala aðra. Aðrir urðu að sæta háðsyrðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. And it says they were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword. They went about in sheepskins, in goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, höggnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinnum, alls vana, aðþrengdir og illa haldnir. It says people of whom the world was not worthy, wandering in deserts, on mountains, and sheltering in caves and holes in the ground. Og ekki átti heimurinn slíka menn skilið. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. What a run it was. Hvílíkt hlaup var þetta. It really required, persistence. Þetta þurfti að gerast með staðfestu. I don't know about your life. Ég veit ekki hvernig líf ykkar er. Have you faced such difficulties during your run? Hafið þið þurft að horfast í augu við slíka erfiðleika á þínu hlaupi? I must say that my run has been much easier than what is described here. Ég verð að segja að mitt hlaup hefur verið mjög auðveldara heldur en það sem verið að lýsa hér. And maybe it even sounds like from another world, not from our world. Hljómar jafnvel úr einhverjum öðrum heimi, ekki okkar heimi. But then in verse 16 it says, Svo kemur í 16. versi that they did not live focusing their lives on this earth. Þeir voru ekki að einblína á líf sitt hér á þessari jörðu. But they had their focus on the heavenly country that was coming in the future. Þeir beindu sjónum sínum að hinu himnaska ríki sem var að koma. And it says that God was not ashamed to be called their God. Og Guð skammaði sín ekki fyrir að vera að kallast þeirra Guð. Because as they says in verse 13 that they confessed that they are strangers, that it was not their home, but their home was still coming. Og í 13. versi kemur að þeir allir þessi menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestur og útlendingar. What about us? Hvað með okkur? Are we settled? Eru við sátt? I mean, when we think about the focus, Þegar við hugsum hvað við erum að einblína á. it's so easy to be sidetracked. Það svo auðvelt að leiðast afvega. It is so easy to forget the goal of our lives Það svo auðvelt að gleyma hvert markmið okkar í lífinu. and settle down. Og vera bara yfirveguð. We lose focus. Við missum einbeitinguna. We may get tired Við verðum þreytt. or attracted to something else. Eða við löðumst að ykkur öðru. When we run, with God, when we live our lives with God, Þegar við erum að lifa lífi okkar með Guði. and God called Abraham in this story, in this chapter 11, that he'd come out of your home and go. Og Guð kallaði á Abraham í þessum 11. kafla og sagði farðu að heiman. And Abraham went and went many years. Og Abraham fór og ferðaðist í mörg ár. And his nephew Lot went with him. Og frændi hans Lot fór með honum.
And it says, Abraham, he was an ordinary person. Og það kemur fram að Abraham hafi verið venjulegur einstaklingur And when he left, he had his bucket of his vision. og hann var með vissa sýn And this vision was that, go Abraham, I will take you to this country and you will have many children. og Guð hafði sagt honum farðu til þessa lands og þú munt eignast mörg börn. But this bucket had holes in it. En í þessari fötu drauma hans og það voru göt á botninum á fötunni. And Abraham, went, he had this bucket with his vision. Og Abraham fór á stað með þessa sýn sína And there were holes and it was leaking. og þessi fata lag. And when Abraham had run, for some time, the bucket was getting empty. Og þegar Abraham var búinn að vera að hlaupa í dálítið tíma þá var fatan farið að vera tóm. And he said, what am I doing here? Og hann spurði, hvað ég að gera hér? Things are not going as they should. Hlutirnir ekki að fara eins og ég hefði viljað. But, Abraham asked God again, God, Abraham spurði Guð, things are not going well. þetta ekki að ganga eins og það ætti. So we read the stories when God came to Abraham and filled his bucket again. Og við lesum þá söguna það þegar að Jesús fyllti fötuna hans Abrahams á ný. He repeated to him, I want you to go on. Og hann endurtók við hann, ég vil að þú haldir áfram göngu þinni. And meanwhile, Eða hlaupinu og á meðan. Lot went into this city called Sodom. Og þá fór Lot inn í Sódómu. And he settled down. Og hann sagði við, He settled down in the city. hann sem sagt bara kom sér vel fyrir í borginni. And, he began to live his life like other people in the city. Og hann byrjaði að lifa lífi sinni eins og aðrir í borginni. And I don't mean that he embraced their immoral lifestyle. Ég ekki að segja að hann hafi lifað ósiðsamlegu lífi. But in a way that he settled down. En á þann hátt að hann kom sér vel fyrir. He was not going anywhere. Hann var ekkert að fara neitt. That was it. He had arrived. Hann var bara kominn á þann stað sem hann ætlaði að vera á. And, they started buying things and selling things. Hann byrjaði að kaupa og selja alls konar. And building houses. Byggja hús. And they did not notice that the destruction was coming to that city. Og þau tóku ekki eftir því að það var að koma eyðing yfir borgina. And when Jesus spoke to the people of his time, Og þegar að Jesús var að tala við fólkið á þeim tíma sem hann gekk hér, it is in Gospel of Luke chapter 17 verses 28-29. þannig að það við getum séð það í Lúkasar Guðspjalli 17:29. Jesus says that it was the same as happened in the days of Lot. Eins var á dögum Lots. It says that they were eating, they were drinking, they were planting, they were building. Menn átu, drukku, gróðusett og byggðu. But then the destruction came to the city. Kom eyðingin. And isn't it the same that when God calls us to run with him, Þetta ekki það sama eins og þegar Guð kallar okkur til að hlaupa með honum? when we are called to join God? Þegar við erum kölluð til þess að sameinast honum. We may start off with a big enthusiasm. Það getur verið að við byrjum að hlaupa með mjög mikill ákefð. We run and we are enthused about our faith and that Jesus is coming soon. Og við erum glöð og bjartsýn með trú okkar og Jesús hann alveg að fara að koma. And then something may happen. Og svo gerist eitthvað. I have done only one triathlon in my life. Ég hef aðeins gert, what? Triathlon. Ég veit ekki hvernig að segja þríþraut. Ég hef gert það, how many times? Once. Já, ég hef farið þríþraut einu sinni. It was in Pathfinder camp. Það var þegar ég var í skátunum. The first was swimming. Fyrst þurfti ég að synda. Then was a boat ride. Og það var bátsferð. Or in a canoe. Eða kanóa. And the last was running. Og síðast þurfti við að hlaupa. And I started off with swimming. Ég byrjaði að synda. I jumped into the water. Ég stökk út í vatnið. We had to swim up to this buoy. Við þurftum að synda upp á einhverju bauju. And it went very well. I was ahead of everybody. Og þetta gekk svo vel, ég var fremstur And I was so happy. Og ég var svo glaður. I got to the goal.
komst swam around it, ég komst að þessum punkti, synti kringum hann and started swimming back. og byrjaði að synda tilbaka. But then something happened. Svo gerðist eitthvað. Suddenly all my strength was gone. Nú var ég ekki með lengur neitt styrk. So I barely made it to the shore. Og ég gat valla komist að aftur tilbaka. And the boat, the canoe ride was together with a group. Svo áttum við að fara í kanó í hóp And I sat in this canoe og ég satt þarna í kanóanum trying to recover myself og var að reyna að ná mér, and not spending too much energy. ekki eyða of mikill orku. And then we run. Og svo hlupum við. And I think I ran maybe 200 meters. Ég hljóp kannski 200 metra. And then I felt that if I don't lie down now, then I will fall down. Þannig að þá fannst mér þess að ef ég leggst ekki niður núna þá mun ég bara detta niður. And then I lay down beside the road. Ég lagðist niður við hliðina á veginum. And we say that, lost my picture, almost. Og það leið næstu yfir mig. And everybody looked at me and they were, it was kind of awkward. Allir horfðu á mig og þetta var frekar svona óþægilegt. So the only pride that I got out of this, Þannig að eina stolti sem ég fekk út úr þessu I felt like a hero, I gave it all. og mér fyndist ég vera svona eins og hetja var að ég gaf allt í þetta. But when we are meant to run, this is not how it should be. Þegar okkur ætlaði að hlaupa þá á þetta ekki að vera svona. Jesus gave the church the key to the hope of the world. Jesús gaf kirkjunni lykilatriði fyrir von heimsins. He said that, to his disciples, go. Hann sagði við lærisveinana sína, farið af stað. Go to the whole world. Farið allan heiminn. Start from Jerusalem, then, Judea, Samaria. Hefjið ferðalagið í Jerúsalem, farið yfir Júdíu og svo áfram. I said, take it to everyone. Farið til allra. All the time. Alltaf. And this was Jesus' message to his followers. Þetta voru skilaboð Jesú til hans fylgjenda. And in the beginning they experienced lack of courage, lack of power. Í byrjun þá fannst þeim þeir ekki hafa nógu mikið mátt og ekki hafa þor. But they came together and they prayed a lot. Og þeir komu saman og báðu mjög mikið. And we read that, Holy Spirit came and filled them all. Og við vitum að Heilagur Andi kom yfir þá og fyllti þá. And then they flowed out to the streets of Jerusalem and preached. Og svo hlupuður út á strætur Jerúsalem og predikuðu. And they had this conviction and courage. Voru með þessa samfæringu og hugrekki. And we read that on the day of Pentecost, more than 3,000 people were added. Og við lesum að á hvítasunnudeigi þá eru meira en 3.000 mann sem bættust í þeirra hóp. But the devil is doing everything he can to wear this out, to stop them. En Satan var að reyna hvað sem hann gat til að stoppa þá af. And if God had not intervened, they would have all stayed in Jerusalem forever. Og ef að Guð hefði ekki stigið inn, þá hefði þeir bara alltaf verið þarna í Jerúsalem. Because they steam ran out. Já, þeir voru að missa móðinn þarna. So they didn't go. Og þeir fóru ekkert. But then God intervened. Og þá kom Guð inn í myndina. And soon we read that there was a Christian church in every major city in the whole Roman Empire. Og svo lesum við síðar að það var kristin kirkja í öllum rómverskum borgum allt heimsveldið. So when we start our run with God, þannig að þegar við byrjum hlaupið okkar með Guði, we have this enthusiasm in the beginning. Þá erum við með mikla hvatningu og gleði í byrjun. And then we sing, all to Jesus. Allt til Jesús gef. But Jesus urged his disciples, it's Luke 21:34. En ef við förum í Lúkas og Guðspjall, what chapter did you say? Luke 21, verse 34. Já, Lúkas og Guðspjall 21:34. He said, but be on your guard so that your hearts will not be weighed down with this dissipation and drunkenness and the worries of life, and that this day will not come on you suddenly like a trap.
Hafið gát á sjálfum yður og hjörtu yðar þyngist ekki við svall og drykkju né áhyggjur þessa lífs og komið svo dagur sá skyndilega yfir yður. Yeah, it says, wasteful living, worries of everyday life, all of these things. Áhyggjur alla daga og bara svall og eyðsla. So there are different things that can, stop us or hinder us from running. Þannig að það alls konar sem getur stoppað okkur af frá því að hlaupa. I don't know, what is your thing? Ég veit ekki hvað að stoppa þig. I remember years ago when I went to study for my theology degree in England. Ég man fyrir mörgum árum síðan fór ég að nema guðfræði. My main goal was to study. Og mitt meginmarkmið var að læra. But there was so much money was needed to pay for these studies. En svo þurfti maður svo mikið pening til að borga fyrir námið. So I had to work a lot. Þannig að ég þurfti að vinna mjög mikið. To get this money. Til þess að eignast þennan pening. And in the end I worked so much that I did not have time to study anymore. Svo bara endaði þannig að ég þurfti að vinna svo mikið að ég gat ekki lært lengur. I came to study. Ég kom til þess að í þetta nám. Not to make living. Ekki til þess að vera að vinna. But I had to work so much En ég þurfti that að I vinna couldn't study. svo mikið að ég gat ekki stunda námið. So it choked my real purpose of being there. Og það kæfði niður raunverulegan tilgang minn til að vera þarna. So Jesus spoke of obstacles. Jesus talaði hindranir. And he spoke about these deceptive temptation of wealth or the busyness of everyday life. Og hvernig bara daglegt líf og það að stunda viðskipti geta kæft mann. And whatever it is, what can actually take away our zeal for God. Og það sem getur tekið í burtu frá okkur þennan eldmóð fyrir Guði. So in our situation we cried, for help. We said, God help us. Og í okkar stöðu þá hrópuðu til Guðs og biðjum hann að hjálpa okkur. And God provided a solution. Og Guð kemur með lausnina. So for us he opened up better opportunities to earn money. En hann hjálpaði okkur hjónunum að finna betri tækifæri til þess að vinna okkur inn pening. Not so that we could buy more things. Ekki til þess að við getum keypt meiri hluti. But that we could work less and study more. Heldur þannig að við getum unni minna og lært meira. So after the flood, when Noah, Eftir Nóaflóðið, in Genesis 9:7, ef við förum í 1. Mósebók 9:7, and God gave Noah and his family the same purpose that he had given to Adam and Eve in the beginning. Og Guð hafði gefið Nóa og hans fólki sama tilgangi sem hann hafði gefið Adam og Evu í upphafi. Said, as for you be fruitful and multiply, populate the earth abundantly and multiply in it. En ávaxtist þér og margfaldist og vaxist stórum á jörðinni og margfaldist á henni. So this is another place where God said, run, go. Og þarna segir Guð aftur, farið af stað, hlaupið. And what did they do? Og hvað gerðu þau? In chapter 11 verse 2. Ef við förum í 11. kaplan og annað vers. And it started off well. Það gekk mjög vel í byrjun. It says that it came about as they journeyed east. Og svo bar við þeir fóru stað úr stað í Austurlöndum. So it says that they actually started their journey. Þannig að þarna kemur fram að þeir hófu ferðalagið. They started running. Byrjuðu að hlaupa. But then what? Hvað gerist svo? It seems that their bucket ran out. Það var eins og fatan var tóm. They were supposed to scatter. Þeir áttu að dreifa sér. But they found a valley. En þeir fundu þarna láglendi. It says that they found a plain in the land of Shinar and settled there. Þeir fundu láglendi í Sinjarlandi og settust þar að. So they lost their sight of their goal. Þannig að þeir mistu sjónar af markmiði sínu. And that's where it went wrong again. Og þar fór þetta alltaf verri veg aftur. It is as simple as that. Það er bara svo einfalt. Our God-given vision is leaking, all the time leaking. Þannig að þessi sýn sem við fáum frá Guði, hún er alltaf að leka. And in Hebrews chapter 12 it says that it's the power of sin. Og í Hebreabréfi 12. kafla segir þetta er kraftur syndarinnar sem gerir þetta.
that we start off well, að við byrjum á góðum punkti. say we want to really everything to Jesus in our lives, everything to Jesus. Og ég vil gefa Jésu allt í mínu lífi. This is our most important goal. Þetta okkar mikilvægasta markmið. We want to live for that and commit ourselves to Him. Við viljum lifa fyrir það og gefa honum allt. We want to be His hands and feet in serving the people around us. Við viljum vera hendur og fætur hans til að þjóna fólkinu í kringum okkur. And then we start running, Og svo byrjum við að hlaupa. and then it leaks. Og svo byrjar fatan að leka. So many other things, Það svo margt annað í gangi. worries of everyday life, Alls konar áhyggjur daglega. some other attractive things, Annað áhugavert sem að laðar að. and the ordinary life, Og þetta venjulega líf. or temptations, Eða freistingar. they take over. Það fara að stjórna okkur. And we forget that we are not living for this life, but we are living for the kingdom that is still yet to come. Og við gleymum að við erum ekki að lifa fyrir þetta líf hér heldur fyrir konungstæmið sem að fara að koma. So that's why this encouragement in Hebrews 12. Og þess vegna þessi hvatning í Hebreabréfi 12. kafla. After listing all these people of the old time that had run well, Eftir að hafa talið upp allt þetta fólk sem að hljóp, then the author tells us something, says, therefore, let us also. og þeim hafði vegnað vel, þá segir hann, léttum þá af oss allri byrði, Who are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which easily hinders us, and let us run with perseverance the race that is set before us. Fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlöðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. It says, let us look up to Jesus, the founder of the faith and its fulfiller, Beinum sjónum varum til Jésu, höfundar og fullkomnara trúarinnar, and who in spite of his shame suffered on the cross in place of the joy set before him. vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi. And is now seated at the right hand of the throne of God. Matsmán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. It says, take him then as your example, who suffered such hatred of sinners against himself, that you may not grow weary nor your soul faint. Virðið hann fyrir yður sem þola hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. He says, look at Jesus. Það er verið að segja, horfðu á Jésu. He says, he suffered immense obstacles. Hann þjáðist ofboðslega og miklar hindranir. That he was supposed to have joy, he said. Og hann átti að hafa gleði. But he had shame and death. En hann var smáður og hann dó This is on a cross. á krossi. But he ran En hann hljóp and he finished the race. og hann lauk hlaupinu. He says, he's now seated at the right hand of the throne of God. Og nú situr hann til hægri handar á hásæti Guðs. And that is where we are going, aren't we? Og þangað erum við að fara, er það ekki? Is this the place where you are going? Þetta staðurinn sem þið eru að fara á? That's where Jesus is. Það er það sem Jesús er. So we are running. We have not finished yet. Við erum að hlaupa, við höfum ekki lokið þessu hlaupi. So we are told, leave aside everything that hinders you, every weight, Okkur er sagt að setja allt til hliðar sem er að hindra okkur. every sin. Hverja synd. As let's look up to Jesus, Við skulum horfa til Jesú, that you may not grow weary, svo að þið þreytist ekki, that you may not get sidetracked, að þið villist ekki á leið, that you may not fall down and stay there. að þið dettið ekki niður og liggi bara þar að þess að fara upp aftur. That is the encouragement from the letter of Hebrews. Og to þetta Hebrews. hvatningin sem að við sjáum í Hebreabréfinu. And this is my encouragement to you and to myself as well today. Og þetta hvatning mín til ykkar og til mín sjálfs í dag. Amen. Amen.
Við þökkum fyrir þessi ágætu orð og skulum taka það inn í hjarta okkar. En við ætlum að ljúka þessu stund með því að syngja síðustu sálmun sem 308, Hjarta mig nær. Skulum taka vel undir, ef við kannski að standa upp. Our Heavenly Father, Kæri himneski faðir, we are your children, við erum börnin þín and you are called us. og þú hefur kallað okkur. You have given our lives a purpose, Þú hefur gefið lífi okkar tilgang and you have given Jesus, who has come and died for us, Þú hefur gefið okkur Jesús sem kom hingað og dó fyrir okkur, and who has finished his run and his race, sem lauk sínu hlaupi and Jesus is coming soon. og hann að fara að koma aftur. Whatever has meaning in this life Allt sem hefur tilgang í þessu lífi has only meaning if it takes us closer, Lord, to your kingdom. hefur aðeins tilgang ef að það leiðir okkur nær þér og þínu konungsríki. And Lord, you see there are so many things that are hindering us. Drottinn, þú sér hvað það margt sem að hindra okkur. And we are tempted to live like everybody else in this world. Og við höfum þessa freistingu að lifa lífi okkar eins og allir aðrir í þessum heimi. And to forget that we are just visitors, we are just here temporarily. Og gleyma að við erum aðeins hér sem gestir. We are all strangers. Við erum útlendingar. And we are waiting for your kingdom, for your city, God. Við erum að bíða eftir konungdæmi þínu og borginni þinni. And please fill our vision, our buckets today. Vilt þú fylla sýn okkar eða föturnar okkar í dag And keep our hearts awake. og hjálpa hjörtum okkur að vera á verði. And this is our prayer today. Þess biðjum við í dag. And I pray that Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.
Það núna opið fyrir tilkynningar og ein tilkynning svo að klukkan 2 til kortur yfir 2 þá barshelgun í kirkjunni. Allir velkomin til þess að vera eftir og mæta í það. En ég sé að Kristján líka að fara að segja eitthvað. Á ég að þýða fyrir þig? Já. Já, one of the announcements that Sonja was saying that we have dedication, nei, hvernig segir maður á ensku? Dedication. Já, at 2:15, Kristjana and Elisa will dedicate their younger daughter. Everybody's welcome. Já, gleðilega hvíld öll sömul. Mér langar til að stuttlega minna á sumarmótið sem kemur eftir 2 vikur. Happy Sabbath. I want to remind you all of the camp meeting that we are going to have in 2 weeks. Og það skráning til 7. júní. We need to register before the 6th of June. Þannig að bara hvet ykkur til að og minni á að það verður lokað hér þann hvíldag, það verður ekki guðþjónusta hér þann I hvíldag. want to encourage you to go and also remind you that we will not open here in this church that Sabbath. Mörg ykkar hafa kannski tekið eftir það í kirkjufréttum hefur núna verið tilkynning aðalfund eða auka aðalfund sem verður haldinn í október. Some of you may have seen in Kirkjufréttir that there's going to be an extra session in October. Og sem partur af því ferli þá þarf að velja fulltrúa fyrir hverjum söfnuðum. Therefore we need to choose delegates to go from each church. Og við höfum haft þann háttinn á að safnaðarstjórn sé tillögunefnd. We have had the